Annað mál á dagskrá námsmatskerfið. Ungmennaráðsfulltrúi Ragnheiður Alís Ragnarsdóttir kynnir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fulltrúar ungmennaráðs og aðrir góðir gestir. Ég ætla að tala námsmatskerfið í grunnskólum Akureyrarbæjar. Hvernig samræmið á milli skólana, hvort kerfið sé nógu skýrt og hversu vel það undirbýr nemendur undir framhaldsskóla. Með það að markmiði að opna umræðan kerfið og mögulega endurskoðun á því. Til þess að vera skýr, þá ég að tala matstáknin en ekki fjölbreytt námsmat, skýr matsaumi, leiðsagnamat eða hæfni með skólastarf. Matstáknin, fyrir þá sem ekki vita, eru einkunnar sem börn í grunnskólanum fá. Þeim ofta skipti í stigvaxandi röð, hæfni ekki náð, þarfnast þjálfunar, á góðri leið, hæfni náð og framúrskarandi. Í aðalnámskrá stendur að upplýsingar matstáknin eigi að finna í skólanámskrám skólans. Það áberandi munur á því hvernig matstáknin eru skilgreind í skólanámskrám og hvernig þau eru skilgreind í aðalnámskrá. Í aðalnámskrá eru matstáknin skilgreind og eru borin saman við ADD bókstafkerfið. Tökum matstáknið þarfnast þjálfunar sem dæmi. Í aðalnámskrá það skilgreind sem nemandi sýnir hæfni að litlu leyti, þarf frekari þjálfun við ákveðna þætti og borið saman við bókstafinn D. Í Giljaskóla fann ég ekki nákvæma skilgreiningu á þarfnast þjálfunar, en D var skilgreind sem hæfni og frammistöðu í námi ábótavant. Í Brekkuskóla þarfnast þjálfunar skilgreind sem nemandi hefur ekki náð markmiðum, en bókstafinn sem þarfnast þjálfunar borið saman við Brekkuskóla C en ekki D. Eins og sést vantar samræmi milli skólana. Í aðalnámskrá ítrekað talað skýrar útskýringar á matstáknunum og hvaða viðmið standa á bakviði. Það oft ítrekað að grunnskólinni beri ábyrgð á réttmætu og áreiðanlegu námsmati. Matstáknakerfið ekki svo slæmt í grunninn, en þegar að vantar samræmi milli skóla, bekkja, áfanga og jafnvel kennara, þá niðurstöðunar ekki réttmætalegar og áreiðanlegar. Þetta ýtir verulega undir hversu óskýrt kerfið Nemendur í nemendaráðum bæjarins, foreldrar og kennarar sem ég hef talað við í undirbúningnum mínu fyrir þessa ræðu, voru flestir sammála að matstáknin væru mjög óskýr. Nemendur og foreldrar skilja ekki hvað matstáknin þýða þegar þeir sjá þau, og þá sérstaklega ekki þegar að vantar samræmi milli kennara á því hvert tákn þýðir. Aðalnámskrá segir einnig að námsmat sé órjúfanlegur þáttur í námi og lýsir því sem leið til að veita nemendum og foreldrum þeirra, kennurum, viðtökuskólum og skólayfirvöldum upplýsingar námsgengni. Til þess þarf námsmat að uppfylla þau skilyrði að vera áreiðanleg og réttmætt. Þar sem matstáknin stór partur af námsmati, þurfa þau þar af leiðandi að vera réttmætt og áreiðanleg. Ekki bara til þess að öruggur skilningur og samskipti ríki milli nemenda, foreldra og kennara, heldur einnig til að auðvelda flutning á milli skólastiga. Í aðalnámskrá oft ítrekað að virk tengsl og miðlun upplýsinga eigi að eiga sér stað á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Aðalnámskrá segir einnig að framhaldsskólar eigi að geta skoða lýsingu á hæfni nemenda við lok grunnskóla óháð skóla. Hæfni nemenda við lok grunnskóla á að gera þeim kleift að byrja á öðru hæfniþrepi í framhaldsskóla. Þegar við vorum að tala nemendur á bæjarins, hittum við meðal annars huginn í menntaskólanum á Akureyri. Þau voru sammála að matstáknakerfið undirbýr nemendur ekki vel fyrir einkunnakerfi í framhaldsskólanum. Og sú hugmynd kom upp að hafa einkunnakerfi sem samsvara framhaldsskólanum á unglingastigi í grunnskólum eða þá allavega í 10. bekk. Með því að hafa einkunnakerfi sem samsvara framhaldsskólanum á unglingastigi í grunnskólum eykur það undirbúning undir framhaldsskóla, auðvelda flutning milli skólastigana og heldur ennþá að hluta til í markmið aðalnámskrár með matstáknakerfinu. Markmiðið að passa að námsmati sé ekki upphaf og endi alls náms. Með því að hafa framhaldsskóla einkunnakerfi á unglingastigi höldum við í markmið aðalnámskrár á yngsta og miðstigi, ásamt því að aðlaga börnin hægt og rólega að framhaldsskólakerfinu þegar þau hafa meiri þroska
og einkunnir byrja að skipta meira máli. Með þessari ræðu er ég að hefja umræðan um þetta kerfi. Hvernig getum við séð til þess að það sé skýrt, samræmt milli skóla og undirbúa börnum sem best undir það sem bíður eftir grunnskóla? Er það að endurbæta kerfi sem við höfum eða breyta því? Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Ragnheiður Alís lokið máli sínu og bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir stígur upp í pontu. Forsetar og ungmennaráð og aðrir bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka Ragnheiði Alís fyrir mjög yfirgripsmikið erindi og góða yfirferð á stöðu námsmats í grunnskólum. Nú er þetta alltaf spurning hvað hatt maður er með, nú get ég sett aðeins kennarahattinn á mig og ekki bæjarfulltrúahattinn. Og ég skil það að fólki þyki þetta námsmatskerfi ekki nógu skýrt. En varðandi það að setja samræmingu á milli skóla, að þá er sú vinna búin að vera í gangi núna bara í töluvert langan tíma. Og það er komið samræmt kerfi milli grunnskóla Akureyrarbæjar, þó það sé þá ekki komið inn á heimasíður allra skólana. Skólarnir, sem sagt Akureyrarbær, hefur ákveðið að í skólum Akureyrar verði notuð 6 tákn í öllu mati og ég var einmitt að hugsa um það bara því að ég er með mat opið fyrir fram að mig og það sem að mér finnst nú skipta kannski mestu máli er hvað gera nemendur sjálfir með mati sem að kennarar eru að gefa og foreldrar. Ég er að fara að meta eitt verkefni og ég þarf 150 sinnum að taka afstöðu til þessara 6 viðmiða. Þarfnast þjálfunar á góðri leið, góð hæfni, mjög góð hæfni, framúrskarandi hæfni. Og auðvitað lítur að verða einhver einstaklingsmunur á því hvað mér þykir góð hæfni eða hvað næsta kennara þykir góð hæfni. En í heildina eiga öll þessi viðmið sem að okkur ber samkvæmt aðalnámskrá og þú Ragnheiður Alís fórst mjög vel yfir, okkur ber að meta, að þau eiga að gefa nemendum og foreldrum og okkur kennurum mjög góða yfirsýn yfir hæfni nemenda, svo miklu betri yfirsýn heldur en síðan þegar að þú vísar í framhaldsskólana þar sem að koma bara hreinar og klárar tölur. Auðvitað er það pínu þannig að hafa útskrifast úr 10. bekk með A eða B+ eða C eða eitthvað og þó nokkuð tugi tákna af hæfni, litakóðaðri hæfni og fara síðan og taka enskupróf og fá bara hreint og klárt 5,7. Hvort segir okkur meira? Auðvitað ætti þetta segja okkur miklu meira ef að vel er að verki staðið og sameiginlegur skilningur er. En spurningin er og það er hvernig náum við þessum sameiginlega skilningi og munum við einhvern veginn geta haft þetta alveg þannig að það sé sami skilningur. En Akureyrarbær sem sagt er búin að vera í þessar vinnu, er líka í vinnu með miðstöð menntunar og skólaþróunar þar sem að þeir eru búnir að vera núna í þó nokkuð margar vikur og þeirri vinnu er að ljúka. Og þá mun svo vinna fara til kynningar inn í skólana, til kennara og nemenda og foreldra. Og ég bara vona og treysti að þetta verði eins gegnsætt og mögulegt er og skila okkur öllum góðum árangri. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Lára Halldóra lokið máli sínu og orðið er laust. Þá ungmennaráðsfulltrúi Ragnheiður Alís stígur upp í pontu. Takk fyrir þetta svar. Mér finnst auðvitað mikil snilld að Akureyrarbær er að vinna í því að gera skýrar og samræmdan námsmat. En maður hefur líka heyrt, ég setti ekki inn að það væru 6 matstátt af því ég sá það ekki í aðalnámskrá. En ég var búin að heyra að það væri verið að bæta inn hæfni mjög vel náð.
En það er samt líka ákveðið ósamræmi á því hvað hæfni mjög vel náð, hæfni náð og framúrskarandi á að tákna. Á framúrskarandi að því að 11 eða á framúrskarandi að því að 10. Hvar er þessi skali og hvar er hægt að nálgast hann til þess að sjá skýra uppsetning á honum? Því allan að ég minni rannsókn fyrir þetta þá skoðaði ég mjög djúpt á því hvað þetta þýddi og ég fann ekki upplýsingar um það. Auðvitað er þetta kerfi ennþá í samræmingu eins og þú sagðir, en það væri mjög flott að hafa þetta á skólanámskrám eins og aðalnámskrá segir að þetta eigi að vera. Þannig að það væri auðvelt að kíkja hvað þýðir hæfni mjög vel náð, já það þýðir þetta og á að þýða þetta í öllum skólum og hjá öllum kennurum. Og eins og að hafa tölur sem námsmat, þá er þetta ein af þeim hugmyndir sem kom upp í umræðum við nemendaráð og er auðvitað ekki besta hugmyndin eða eina hugmyndin, heldur sýnir bara að það er verið að kalla eftir skýra námsmati. Það er líka verið að kalla eftir skýra námsmati eins og er eitt af markmið nýju menntastefnunnar sem við verðum að setja í gang. Þá er búið að taka miklar rannsóknir á því hvað fólki finnst að eigi að vera í nýju menntastefnunni og þar var meðal annars skýra námsmat. Fólk er að kalla eftir þessu og þá þarf að hlusta á það. Og að hafa tölur sem matstákn getur auðvitað verið bara ég fæ 5 og það stendur ekkert á baku það. En eins og ég sagði þá er ég ekki að tala hæfni með skólanámstarf. Það er alveg hægt að gefa tölueinkunn og segja samt hvað er á baku það. Það er bara hvað er skýrast, hvað er það sem skilst best og hvað er það sem börnin muni skilja á hverju þroskastigi í lífi sínu og hvernig undirbúið það undir framhaldsskóla og lífið. Já, takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Ragnheiður Alís lokið máli sínu og orðið er opið. Þá skulum við halda áfram með dagskrá.